að þá styttir vinnuvikuna 10% til þess að gera hvað? Til þess að takast á við 10% verðbólgu og hvað gerir í kjölfarið líka? Þú hækkar laun 10%. Heila lausasti samningu sem nokkuð tímann hefur verið gerður, en hins vegar lítur hann ágætlega út fyrir því, þannig að þú ert alveg eins og stjórnmálamennirnir að hugsa raskatið á sjálfu þér með því að segja hérna, heyrðu, ég er rosalega mikið að græða fyrir ykkur, en þetta náttúrulega kastaði húsnæðismálunum bara fyrir bjarg, allt fyrir klessu og svo kvartar þú hérna yfir því að verðtryggingin sé aðalvandamálið. Aðalvandamálið er það að þú ert alltaf að semja hærri krónutölu fyrir þína félagsmenn sem að svo skilja ekki á hverju verðbólgan fer alltaf upp, en þú getur alltaf klappa sjálfu þér að baki fyrir það að vera að leysa málin. Áttu pressa? Ég á pressa, nú þarf ég aðeins að raskjalla þig. Hérna var þið pressa. Heyrðu, í fyrsta lagi, þú ert væntanlega að tala að því þú ert opinber starfsmaður, þá viltu tala kjarasamningana í opinberum starfsmönnum, þá ertu væntanlega að tala sveitarfélagasamningana. Vegna þess að við höfum nú rætt þetta nokkuð saman, ég og Sólveig Anna. Við höfum verið þannig þenkjandi í gegnum tíðina. Ef við ekki að byrja því að láta fólkið ná endum saman frá mánuði til mánaðar og geti haldið mannlegri reisn áður fyrir að stytta vinnuvikuna hjá þeim. Þetta hefur nú verið okkar sýn. Varðandi opinberu starfsmennina, að því þú ert nú í BSRB, þá var þetta hávær krafa frá BSRB sem síðan flæddi inn í samningan okkar. Það var nú bara einfallega þannig. Þetta er búið að var aðalbaráttan hjá þeim og 2023 þá var þetta nú svona einhver bútasaumur, þú gast fengið einhverja 13 mínútna styttingu og þetta átti ekki að kosta neitt sem að gerði hvað. Konurnar hjá mér á leikskólanum komu brjálaðar einfallega vegna þess að það vissi ekkert hvernig þetta innleita. Nei, vissi engin hvernig þetta innleita. Þetta var algjörlega ýtt yfir á vinnumarkaðin í raun og veru og það var engin undirbúin undir þetta og ég man eftir því að ég var að kynna samningin og stendur ein sem vann á leikskólanum og hún sagði, Villi, þetta mér bara þýða það að við sem eru núna 5, kannski með 30-40 börn, við munum sennilega vera svona 2-3 ár þegar að hina 2-3 ár var í frí. Þetta er bara, hún sagði, þetta er bara einhver bastardur. En þetta getið þið í BSRB á þessu tíma, þið getur nú alveg átt þetta. Ég bara skegg þessu. Það var engin fjármögnun á bakvið þetta. Þetta til hugar að það að stytta vinnuvikuna og vera svo með ákvæði í kjarasamningu sem stóð, þetta var ekki að kosta neitt. Þetta er það galnasta sem að ég hef tekið þátt í, en víst að menn vildu gera þetta svona, ok, gott að vel, það var það gert. En 2022, þegar við semjum á hinum almenna vinnumarkaði og hérna. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á partus.is/ein pæling.